Fyrir löngu, í landi fjarri, lifði vitur konungur að nafni Salómon. Fólk kom alls staðar að úr heiminum til að heyra viturlega dóma hans. Hann var þekktur fyrir að sjá í gegnum vandamál sem rugluðu alla aðra. En jafnvel viskasti konungurinn stóð frammi fyrir áskorunum sem virtust óleysanlegar. Einn daginn kom hjartnæmt mál fyrir hann. Tvær konur stóðu fyrir Salómon, báðar kröfðust þess að vera móðir sama barnsins. Barnið var lítið og saklaust og framtíð þess réðist þarna. Hver kona hélt ástríðufull upp á sína hlið, vefjaði sögur ást og missi. Það var ómögulegt að segja hver var að segja sannleikann. Dómstóllinn var hljóður, fullur af spennu, þar sem allir veltu fyrir sér hvernig konungurinn myndi ákveða. Þeir horfðu á Salómon, vonuðust eftir kraftaverki visku. Eftir að hafa hlustað vandlega, talaði Salómon konungur, rödd hans skýr og ákveðin. Hann kallaði eftir sverði. Færið mér sverd, skipaði hann og skiptið lifandi barninu í tvennt. Gefið helminginn til hvorrar konu. Andvarp fór í gegnum mannfjöldan. Hvernig gat vitri konungurinn lagt til svona hræðilegan hlut? Sannarlega, þetta var grimm vending, stormur óréttlætis. Fólkið muldraði, hneykslað á orðum hans. Þeir trúðu að fræg viska hans hefði brugðist honum í þessari erfiðu stund. Hvernig gæti sönn móðir nokkur tíma samþykkt svona hræðilegt athæfi? En svo gerðist eitthvað óvenjulegt. Önnur konan, með andlitið fullt af skelfingu og tárum, hrópaði. Nei, herra minn, vinsamlegast. Bað hún, rödd hennar titraði. Ekki skaða barnið, gefðu henni barnið, láttu barnið bara lifa. Ást hennar til barnsins var svo sterk að hún vildi frekar gefa það alveg upp en sjá það meiða sig. Hún vildi að barnið lifði, sama hver myndi alla það upp. Hinn konan sagði hins vegar ekkert. Hún kinkaði einfaldlega kolli, virtist sátt við hugmyndina að skipta barninu. Hún samþykkti rólega hræðilega tillögu konungsins. Hún virtist ekki hafa áhyggjur af lífi barnsins, aðeins að fá sinn sanngjarna hluta. Kunnugt bros snerti varir Salómons konungs. Hann hafði séð í gegnum stormin af ruglingi. Gefðu lifandi barnið fyrir konunni, lýsti hann yfir. Hún er sanna móðirinn. Dómstóllinn andaði léttar í einu kórónu og lotningu. Viska Salómons hafði enn og aftur skinnið skært. Konan sem raunverulega elskaði barnið hafði sýnt hjarta sitt. Hún var tilbúin að gefa upp allt, jafnvel eigin kröfu sína, til að vernda barn sitt. Fjárlaus gjörð hennar, fædd úr hreinni móðurást, leiddi sannleikann strax í ljós. Afskiptaleysi hinnar konunnar sannaði svik hennar. Þessi saga kennir okkur öfluga leksíu storma lífsins. Stundum virðast hlutirnir hræðilegir, ósanngjarnir eða jafnvel ómögulegir. Við getum fundið okkur í miðri hringiðu og færum að sjá skýrt. En rétt eins og Salómon konungur þurfum við ofta að horfa dýpra en það sem fyrst birtist. Sanna móðirinn reyndi ekki að vinna bardaga, hún hagaði sér einfaldlega frá stað djúprar ástar og sannleika. Og í því augnabliki brotnaði stormur ruglingsins og sólskinn sannleikans birtist. Lífið mun henda mörgum áskorunum á leið okkar, reyna á þolinmæði okkar og hjörtu. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðleikum, mundu eftir þessari sögu. Ekki láta blekkjast af yfirborðsútliti eða hörðum ákvörðunum. Stundum er leiðin til að finna sólskinn aftur í gegnum athafnir af sanna umhyggju, fórn og óhaganlega skuldbindingu við það sem er rétt. Þraukaðu storma þína með sönnu hjarta og þú munt alltaf finna leið þína til ljóssins. Gerast áskrifandi að Íselandi hefur fyrir fleiri góðsagnakendar sögur sem kenna okkur tímalausa sannleika.